Já, ég var að hlusta á þáttinn á sunnudaginn, sunnudagsmartröðina, nei fyrir ekki sunnudagsmorgun með honum Gísla Martin og þátturinn byrjaði nú með einhverju svona bara svona gaggi, þessi þáttur er alveg skelfilegur, en hvað með það, þá ætla ég að fjalla hér hugrétta hlutan, hugverkaréttindin. Og þetta snýst ekkert peninga. Þetta snýst stjórn, völd og stjórn. Eitthvað pínulítið peninga en mest snýst völd og stjórn. Sko undanfarin ár, 1, 2, 3, 4, eða alveg jafnvel frá árinu 2000, þá hafa menn verið að reyna, þá hefur elitimafían verið að reyna að koma á böndum á internetið. Þeir vilja absolutt taka af okkur tjáningafrelsið af internetinu. Og í Bandaríkjunum heitir þessi löggjöf CISPA og var áður undir öðru nafni og þetta er þess að, og í samar í Evrópu, það er margbúið að reyna að koma á lögum í Evrópu. Og og Bubbi, þessi uppreisnar maður, hann er núna genginn í lið með globalistunum að svipta almenning frelsi. Og ég veit ekki hvort að þetta er hluti af einhverju blackmaili gagnvartónum út af bankamálum eða hvernig það er. En hann er ásamt fleirum er endalaust að rugla saman epli og appelsínu og svart og hvítu og það stemmir ekkert í þessum málflutningi. Sko þetta er ekki fyrsta skipti sem að þessi umræða hefur átt sér stað. Þetta var allir bara fyrst þegar útvarp var fundið upp. Þá byrjuðu menn bara að útvarpa tónlist sem einhver ráttu og og upp úr því komast náttúrulega mynduðust mikla deilur og niðurstaðan úr því var að útvarp stöðvarnar greiði höfundaréttagjald og það eru mjög þekkt lög í kringu þetta, þótt að ég telli þeir hafa nú gengið aðeins og langt með þessi lög þegar fór að rukka hárgreiðslustofur fyrir að hafa útvarpið á og eitthvað svona, þetta fer alltaf út í tómt rugl þegar lögfræðingarnir komast í málið. En útvarpið er einmitt mjög góð líkingamynd á þessu. Sko internetið er eins og bara útvarpsbylgjur sem það er einhver sem setur upp eitthvað myndband, eins og ég set þetta myndband á YouTube, svo geta bara allir í heiminum skoða þetta myndband. Og og þið sjáu það reynda, ég er hlynntur höfundarétti, það er ekkert að höfundarétti. Og og ég meira að segja, þið sjáu að ég merki mitt fínir í með copyright og ég hef unnið hugverkaðina í mörg ár. En þessi umræða eins og ég sagði, snýst ekkert peninga, þetta snýst völd og yfirráð. Og við getum ímyndað okkur ef að internetið er eins og útvarpsbylgjur og það er einhverjir aðilar sem vilja koma girðingum upp á einhverju landsvæði og þeir fara síðan að segja, já, við ætlum að setja upp þessar girðingar til þess að fólk geti ekki hlusta á útvarpið eða eitthvað svona. Og það er sama aðferðafræði sem verður að tala núna á internetinu og þess vegna er ég miklu meira sammála því sem Píratinn er að segja að þessar hugmyndir eru svo sturlaðar og þær snúast að stoppa svona rásir eins og mína rás. Þeir vilja geta kontrollerað internetið eins og þeim sýnist og það vill náttúrulega almenningur ekki og þess vegna er maður náttúrulega svolítið sára að aðeins eins og Bubbi sé vitleysu í röngu liði með þetta. En málið er að þetta var líka með segulbandsbólurnar þegar við höfum séð alls konar svona ótrúlega hluti gerast í einkamálum, einkaréttamálum, einkaleyfismálum, höfundaréttamálum og fleira slíkt, að það er verið að taka þetta í bara einhverja útópíu. Og við getum til dæmis tekið dæmi einkaleyfismál sem tengist erfðabreyttum matvælum, Monsanto og þessum öllum fyrirtækjum, að þeir til dæmis taka fræ úr náttúrunni og síðan breyta eitthvað genónum eða bæta við skordýraeitri inn í genið eða eitthvað slíkt og síðan selja þeir bændum þetta korn.
Nú síðan dreifa þeir korninu, þeir sem kaupa kornið að Monsanto, þeir fara að nota kornið og svo fjóka kannski fræ yfir til næsta bónda og yfir til næsta bónda og þar sá næsti bóndi sem vill ekki eiga viðskipti við Monsanto að sá bóndi krafinn gríðarlegar upphæðir fyrir að nota fræ sem hann notaði aldrei. Og Guð hjálpi mér ef við förum út í allt þetta á internetu, eins og Bubbi var að segja, senda einhverjum bara 150.000 króna reikning fyrir einhverju á internetinu. Sko, þetta svo mikið sturlun að það hálfa væri nóg. Og það getur bara verið, eins og hann að segja, það getur verið að þú farir einhver heimasíðu og svo komið eitthvað pop-up sem þú hefur kannski ekki stjórn á. Og þá opnast eitthvað lag eða eitthvað slíkt og þú kannski reynir að slökkva á þessu strax og þetta eitthvað vírus eitthvað svoleiðis. Heyrðu, bara daginn eftir kemur 15 milljón króna reikningur inn gluggann hjá þér. Eða inn póstlúguna og sko þessi lög, við þekkjum það bara í mannkynssöguna, þessi lög mun vera sturluð, þetta bara gert til þess að fólk þori ekki einu svona að koma nálægt internetinu og svo fer hann að tala þetta fræga atvik með að stela vasklasinu eða stela í verslun eða eitthvað slíkt, að það sé það sama sko það er bara ekkert það sama sko hugverk og það annað sem að reyna að gera að það að þú bara getur eiginlega ekki fengið eina einustu nýju hugmynd af því að það búið lögfræðingar búin að eigna sér allar hugmyndir heimsins og við sjáum til þess bara meðan Bubba sjálfan að þessar plötur sem Bubbi hefur verið að gefa út í gegnum tíðina, hann til dæmis fór til Brasilíu eða eitthvað land í Suður Ameríku næsta jólaplata hjá honum var alls svona í þeim stíl og síðan fór hann til einhvers annar heimsálfu svo kom hann tilbaka með fullt af hugmyndum frá þessu, þetta þá ekki alveg eins stjórnaður að hann bara að stela frá þessum löndum sinni tónlist síðan setur hann bara eitthvað copyrightmerki á þetta og það má enginn gera neitt nálega, þetta reyndar þekkt þeir sem vinna í skapandi iðnaði að þetta eins og sko, hugsa okkur í þessi kokkur og ég með kjöt og ég með papriku og ég með eitthvað alls konar svona fínir í og síðan útbý ég réttin og ég á sannarlega höfundarétt á réttinu sem að ég bjóð til það engin vafi það en það þýðir ekki að ég eigi einkarétt á kjöti eða papriku og það þarna sem að þessi mörk eru svo óskýr og í tómu rugli og ég vil nú einmitt spila smá hljóðbrot sem getur heyrt frá honum frá Metallica sem að hefur nú verið mikið í svona að lögfræðingarnir fá nú örgla sitt og til dæmis trommuleikari Metallica sagði í viðtali sjálfur að hugmyndin bara til dæmis af hljónsveitinni Metallica að það var vinur hann sem ætlaði að fara að gefa út eitthvað tímarit eitthvað svona í tónlistiðnaðinum og hann spurði Lars Ulrik, hann spurði hann setti svona lista á nöfnum og var að spurja hann hvaða nafn finnst þér best að ég noti á tímariti hjá mér og þá segir Lars að hann hafi séð í þessum lista nafnið Metallica og hann segir ég sá strax að þetta nafn frábært en ég sagði bent honum á að nota eitthvað annan nafn sem hann notaði svo en hann stál svo nafninu Metallica þannig að hann þjófur hann stál þessu af vini sínum sem segir okkur að hann Metallica ætti eiginlega að borga þessum manni höfundarétt þeir stálu svo sannarlega af honum og svo í myndinni þetta heimildamynd þegar þeir voru að gera Black albumið sitt og hlustið bara hans á hvað hann segir hlustum aftur á það hlustið Þarna þeir að hlæja yfir því að þeir hafi tekið lúpur frá öðrum tónlistamönnum og snúið þeim við og gert alls konar hluti við þar og þá segir Lars við hann ekki tala þetta er gítarleikarinn eða bassaleika eða söngvarinn ekki tala þetta núna þannig að það gera þetta allir listamenn
og hérna við verðum bara sem manneskjur að leyfa aðeins að slaka á öllu þessu brjálaði sem að koma í kringum höfundarétt og allt slíkt, og meira sé að vitið það var verið að reyna að fyrir dómstólum, hvort það var ekki í Bandaríkjunum það sem allt gerist, það var verið að reyna að taka einkaleyfi á geni fólks, og þannig nú Kári Stefánsson yfir glæpóin okkar framanlega í flokki, að sko hann sem sagt með sviksamlegum hætti fekk erfðaefnin úr okkur sem að hann hafði enga rétt á, hann stal þessu frá okkur, og síðan var fyrirtæki í Bandaríkjunum að reyna að fá enga rétt á þessum genum, sem þýddi til dæmis ef þú ætlaðir að leita þér læknisþjónustu og það þurfti að taka eitthvað blóðsýni og gera rannsókn á því, nei, þú þurfti að borga fyrir það. Og hérna og ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna líka, ég fylgist með einkaleyfis tíðundum og ég hef verið að fylgjast með svona einkaleyfis umsóknum, bara því að ég er svona smá uppfinningamaður og skapandi aðili að ég til, og hérna ég ætla að sýna ykkur aðeins hérna til dæmis hvernig þetta er sími til dæmis, þið sjáu hérna, og það er verið að sækja það er verið að sækja einkaleyfi á öllum þessum sjónarhornum, sem að þýðir að ef einhvern tímann í framtíðinni þú framleiðir eitthvað hlut sem að líkist einhverjum af þessum teikningum, þá kemur bara stóða lögfræðingum til þess að stoppa þig, og það er markmiðið með þessu öllu, það er að stóðuða lögfræðingum hafi stjórn á öllu. Og hérna er annað dæmi einkaleyfisumsókn, hérna er verið að sækja einkaleyfi á þessum palli sem að ég sé nú ekki betur en að sé bara svona eins og maður byggði í sveitinni jafnvel, og þið sjáu það að þetta er orðin algjör sturlun, og það er verið að sækja einkaleyfi á öllu og höfundarétt á öllu, og meiri sé að fyrir væntanlega að styttast í það að menn fara að taka einkaleyfi á ensku eða eitthvað, ég veist hvað á þetta ganga langt. Og hérna, en ég er náttúrulega hlynntur því að listamenn fái greitt fyrir sína vinnu, og það er mjög jákvætt, og það sem er svo gott við internetið, að við getum algjörlega sniðgengið allt þetta lögfræði lið og greitt þessna beint til listamannana. Við þurfum ekki að greiða í gegnum stofnun eftir stofnun sem að þú greiðir kannski 1000 kall fyrir einhverja tónlist eða eitthvað ár og eitthvað slíkt, og listamaðurinn fær 1 krónu. Það eru 99 krónur sem tínast bara á leiðinni í einhverju rugli. Þannig að ég hef aldrei skilið þetta þegar listamenn fara að vinna gegn svona tækninýjungum sem það hefur í gegnum mannkynssöguna alltaf nýst þeim. Já, þannig að það er verið að sækja einkaleyfi á alls konar hlutum sem að eru bara svona að mínu viti hálfgert common sense. Ég hérna til dæmis, ef við hugsum okkur að hérna er nú bara svona pallur eins og maður klambraði saman í sveitin í gamla dag, og það er einhver að sækja einkaleyfi á þessu, og þau þurfa átt ykkur á því sko að það er ekki bara verið að sækja einkaleyfi á þessu, heldur öllu sem að hugsanlega líkist þessu, og þetta er svolítið nýtt. Og hérna sjáu þið annað dæmi, þetta er sólbekkur einhver, og hérna sjáu þið hvernig verið að taka einkarétt á öllum hugsanlegum sjónarhornum, og ef að ykkur dettur í huga þetta er bara komið út í hreina sturlun, og svo ert þú kannski að gera eitthvað sem að líkist einhver af þessum myndum, þá er komin grunnur fyrir því að fara að lögsækja því. Þetta er alveg ótrúlegt, bara öll hugsanlega sjónarhorn, og hérna er eitthvað taska eða fartölvu eða hvað þetta er, og hérna er einkaleyfi á einhverju flösku, og hérna og allt í lagi, það er svo sem allt í lagi að taka þetta ágætis hugmynda flösku, og þetta er svona svolítið listræn flaska, þannig að ég get alveg fallist á þetta er alveg common sense að gera þetta. En ef við horfið á eitthvað eins og þetta hérna, þetta er komið út í algjöra öfga, og þessi höfundaréttamál eru orðin mjög hættuleg
er orðið mjög hættuleg frelsi manna almennt og það er markmiðið með þessu öllu. Það er að hefta frelsi okkar og og við sjáum það að þetta er hvert þetta stefnir í dag í höndunum á öllum þessu bjúrókrati er skelfileg stefna og við þekkjum það á mannkynssöguna að svona mál er snúið upp á að svipta okkur frelsi og rétti og við vitum það að undanfarin ár hefur verið mikið gert til þess að reyna að ritskoða internetið og meiri sé að þessi þegar við séum núna undanfarið í sjónvarpið að allir að tala þessi netröll og það sem ekki að vondu fólki á internetinu og allt þetta það er vond fólk allstaðar ef þú ferð á internetið þá getur þú væntanlega hitt einhverja umurlega karaktera þar ég meina ef þú ferð út í búð þá hittur þú einhverja umurlega karaktera á leiðinu þar og getur meiri svo orðið fyrir árás og allt það þannig að all þessi sálfræði, allt þetta propaganda snýst ekkert það sem að fólk heldur að snúist þetta snýst ekkert peninga það eru allir sammála því að listamennir eiga að fá peninga fyrir það sem þeir skapa internet og þessi nýja tækni er einstakur vettfangur til þess að listamenn getur fengið bara beint í æð það sem þeir eiga skilið og við sjáum þess að kvikmynda að gera fólk að fara í stórum stíl að fara inn á þessa sem þeir kalla crowdsourcing vefsíður það sem fólk fer inn á vefsíðun og gerir kannski smá sínu svona bíómynd eitthvað slíkt og segir já ég er að hugsa að gera bíómynd eitthvað í þessum stíl og síðan getur fólk sendt peninga ef þeir voru áhuga á því að styrkja gerð þessara myndar og alls konar slíkt þannig að svona dínósórar eða svona risa eðlur sem koma með eitthvað svona já þetta er eins og að stela vatnsglasi og það verður bara að fara að setja girðingar eða handjárn á fólk þegar það er á internetinu þetta er náttúrulega bara tómt rugl við hljótum að geta leyst þetta á einhvern skynsamlegan hátt